Kæri hlustandi, vertu velkomin að viðtækinu. Þú ert að hlusta á fyrsta þátt hlaðvarpsins Íslandssagan. Ég heiti Jón Kristinn Einarsson og í næstu 30 þáttum eða svo er planið að ferðast í gegnum Íslandssöguna. Atburð fyrir atburð, öld fyrir öld, alla leið frá landnámi til hruns. Ég mun reyna að setja Íslandssöguna í samhengi við heimssöguna, reyna að skilja okkur Ísland og umheimurinn er eins og þau eru akkurat núna. Og til þess að gera það, þá kem ég til með að fá til mín valinkunna sérfræðinga sem flestir hafa varið sinni starfsævi í það að reyna að skilja sögu Íslands og umheimsins. Við byrjum á 10 þátta seríu Ísland á miðöldum frá landnámi til siðbótar eða þar um bil. Og í þessum fyrsta þætti þá ræði ég við Orra Vésteinsson, prófessor í fornleifafræði, landnám Íslands. Það er ekki margir sem eru jafnvel að sér landnámið og Orri og ég sjálfur hafði mjög gaman að því að tala við hann. Flestir hafa einhverja hugmynd það hvernig Ísland var numið, fólk sem kom siglandi frá Noregi undir lok 9. aldar. Jafnvel höfum við heyrt kenningar að landnemar hafi jafnframt komið frá Bretlandseyjum. Þetta hafi verið norskir víkingar og írskar ambáttir. Og svo sjáum við reglulega skjóta upp kollinum kenningar að Ísland hafi verið numið töluvert fyrir árin í kringum 870. Og ég raunar stóði þeirri trú að það væri mjög margt sem við ekki vissum landnám Íslands, að mögulega hefði það hafist miklu fyrr. En eitt af því sem kom fram í spjallum mínu við Orra var að við vitum nefnilega merkilega mikið það, ekki síst út af hinu svokallaða landnámslagi, gjóskulagi sem er eftir eldgos sem varð það leyti sem stórfellt landnám var að hefjast á Íslandi. Og svo er landnám Íslands líka hluti af miklu stærri sögu. Þorsteinn Vilhjálmsson, vísindasakfræðingur, hann benti til að mynda á það á sínum tíma að bólfesta manna á Íslandi hafi verið hluti af hnattareinni þróun. Það er að segja aukinni getu mannfólks til þess að sigla úthöf heimsins. Mannskepnan dreifði sér yfir Evrasíuflekann fyrir eitthvað 90.000 árum, fór yfir til Ástralíu fyrir 50.000 árum, ferðaðist frá Asíu til Norður Ameríku fyrir 15 til 35.000 árum, en það var hins vegar ekki fyrir en á síðustu 2000 árum sem fjarlægar eyjar úthafanna voru numdar. Madagaskar í Indlandshafi eitthvað 300 eftir Krist, Ísland í kringum 870 og Nýja-Sjáland sennilega kringum 1200. Svoleiðis að þegar við þysjum út og virðum fyrir okkur allan hnöttinn, þá sjáum við að Ísland að landnám Íslands var hluti af mun stærri þróun, nefnilega útbreiðslu mannkynsins yfir hnöttinn. Og ég er ekki frá því að þetta verði aðeins meira spennandi þegar maður hugsar þetta svona. Og ég byrjaði einmitt á því að spyrja Orra út í hið stóra samhengi heimssögunar. Hvað var á seyði í hinum vestræna heimi rétt áður en Ísland var numið? Það þetta eitthvað víðara samhengi sem landnámið sprottið úr, en það líka kannski eitt af því sem bara alls ekkert alveg augljóst hvernig liggur í því að hver tengslin eru á milli þess sem að gerast í Evrópu þarna og seinni hluta 9. aldar og þess að fólk vera að nema land hérna á Íslandi. Og sú saga oftast svona sögð svolítið svona bara aðskilin frá að í yfirlitsritum þessi mála þá sagt frá landnámi og Færeyjum og Íslandi sem í samhengi við atburði vikingaldar og vikingaldin álitin byrja svona í kringum 800 og einkennist af því að þar eru víkingar, skandinavískir sjóræningjar sem bara nokkuð skyndilega verða áberandi í fréttaflutningi, þar að segja annálum sem eru haldnir í stöðum eins og Írlandi og Englandi og í Frankaríki. Þannig svona upp úr 790 fer að bera á þessu og það svona stigmögnun síðan eiginlega alla 9. öldina í þessum árásum sem eru oftast svona til að byrja með minniháttar 1 eða 2 eða 3 skip sem koma og ráðast á klaustur eða kirkjur svona við sjávarströnd og eru síðan horfnir bara þessuna sama dag en
eftir því sem líður á 9. öldina að þá þetta alltaf að verða stærri og stærri flottar. Þegar komið fram undir miðja öldina þá þau farnir að hafa vetursetu á Englandi og Írlandi og farnir að ráðast í svona stór verkefni. 845 umsátur París og þegar komið á 800 á 7. áratugnum að þá stór innrás inn í England og talað herinn mikla sem ræðst þar inn og riðlar öllu ríkjakerfinu á Englandi. Þar hefur verið nokkur konungdæmi, engilsaxnesk og þessi her að hann leggur undir sig Norðurbraland og Merciu og Austur-Anglíu og þá bara eftir Wessex sem var eina engilsaxneska konungdæmið sem eftir á Englandi. Þannig að hann eru þessir víkingar, skandinavar eða allavega fólk sem siglir undir skandinavísku flaggi, getum við sagt, að hafa bara tölvöld mikil áhrif á sérstaklega á pólitíkina í Englandi og mikið eftir þessu tekið í Evrópu. Þetta víkingaöldin og alveg bara sama tíma þarna upp úr 870 að þá sjáum við hér á Íslandi að það bara stórfellt landnám. Segja að hér eru mjög lítil ummerki fólk fyrir 870. Við höfum þarna landnámsgjósku, eldfjallahösku sem fellur í stóru gosi sem núna tímasett til 877. Þetta svona gerist þarna einhvern tímann á þessum áratug og strax eftir það að þá sjáum við mjög víða að fólk komið, þannig að þetta gerist mjög hratt þarna á þessum tíma og þetta hlýtur að standa einhvern veginn í samhengi við hitt sem ég var að lýsa hérna rétt í þessar stríðsaðgerðir þarna í Evrópu, en hvert samhengið það í sjálfu sér alveg óljóst. Við höfum þetta engar samtíma ritheimildir sem lýsa ástæðum þessara víkinga og eða allar heimildirna sem við höfum eru frá fórnarlömbunum eða óvinunum og fornleifa heimildirnar skýra það ekkert alveg hvað í gangi, en eitt af því sem við getum ályktað að bara til dæmis til þess að koma þessum her þarna til Englands þarna upp á 860 og þá hefur þurft mikið að skipum og það eitt af því sem einkennir aðgerðir þessara víkinga. Þeir sigla og á skipum og það hefur orðið þarna alveg greinilega svona tækniþróun í bæði byggingu skipanna og siglingatækni og þannig að þetta líka svona þessu öðruvísi hernaðaraðgerðir heldur en kannski menn átt að venjast og þó sjóran hafi svo sem ekkert verið óþekkt áður en þannig að skipin það eitt af því sem tengir þetta. Það þurfti svona skip til að flytja fólk til Færeyja og Íslands sem gerist þarna á nokkurn veginn á sama tíma. En hvað með svona geopólitískar hræringar? Einhvers staðar las ég að fall Rómaveldis, fall Vestrómverska ríkisins undir lok 5. aldar hefði orðið til þess að viðskipti milli Norður-Evrópu og Skandinavíu við Rómaveldi það dró úr þeim og þá var til svona sjálfstæðara verslunarsvæði í Norðursjó og í Norður-Evrópu og svo útbreiðsla Frankaríkisins líka ekki satt sem svona talsvert mikilvæg breyta í þessu öllu saman. Í Skandinavíu talar fólk rómverska járnöld og hún byrja bara strax eftir Kristburð og það út af því að þá fara í fyrsta skipti að sjást í gröfum aðlega gripir sem koma frá Rómaveldi eða frá Miðjarðarhafinu. Og þegar þú segir fólk þá eru fornleifafræðingar. Já. Og þannig að það augljóst að það eru komið þá á verslunatengsl og þá fólk líka ofta ímynda sér að fólk frá Skandinavíu sé að fara og ráða sig í rómverska herinn og það séu vaxandi tengsl svona og þessi tengslu þetta minnka bara við hrun Rómaveldis
en enga síður síðan sérstaklega það komið kannski fram yfir 600 að þá alveg greinilegur upptaktur í verslun við Norðursjó og fara að verða til verslunarstaðir, kaupstaðir og á því svæði og oftast talað að frísar hafi verið þar verið kaupmennirnir sem sigldu þar á milli. Skandinavar virðast ekki allan engar heimildir sem sýna að þeir hafi tekið þátt í því en það er þetta vaxandi verslun, já, alveg alveg 2 aldir fyrir víkingöldina og þó að samtíma heimildirnar víkingana séu allar hernað og sjórán og mannrán og alls konar hrylling að þá er mjög margt sem bendir til þess og að þetta sé bara ein hliðin á vaxandi verslun, það er að segja að á sama tíma séu þessi jafnvel bara sömu sjóræningar eða aðrir aðilar frá Skandinavíu líka að taka þátt í verslunar leiðangrum og bæði til austurs og vesturs og ekki síst til austurs til Rússlands og yfir til Asíu og þaðan sem síðan fer að berast á 9. öld alveg gríðarlegt magn af silfri og sem hefur verið stórt aðdráttarafl fyrir þessa norður-evrópsku kaupmenn sem að fara þarna til austurs og að flytja silfur til Evrópu og það sést alveg gríðarlegt magn af silfursjóðum og jafnvel arabíski penningar sem að koma þarna til norður-Evrópu og væntanlega reynda mest til Frankaríkis þar sem síðan eru brettir upp og notaðir í þá penningar sem þar eru gefnir út en það bara heilmikill upptaktur í öllum samskiptum í hagkerfinu en þannig í lok 8. aldar rétt áður en víkingaöldin brestur á að þá Frankaríki sem leit á sig sem arftaka Rómaveldis í mikill útþenslu og síðustu áratugi 8. aldarinnar eru gríðarlegar hernaðaraðgerðir þarna í Saxlandi sem núna Norður Þýskaland eiginlega svæðið á milli Rínar sem hafði verið gömlu landamærin og Danmerkur og þetta svæði hafði verið byggt þá bara söxum sem voru þá germönsk þjóð aðalatriðum bara eins og Danir bara ekki hluti af þessu rómverska kristna dæmi öllu en Frankaríki leggur Saxland undir sig í mjög blóðugum styrjöldum og því fylgir trúboð og það verið að neyða fólk til þess að skýrast og þetta eru hrikalegir atburðir sem þarna verða þannig að ein hugmyndin sú að þetta fréttist nátt allt saman til Skandinavíu þó að það hafi ekki verið bein áhrif og skyndilega eru Danir að minnskosti orðnir bara næsti bær við þetta Frankaríki sem í þessari útþenslu og lítur á alla heiðingjana í kringu sig sem réttaræpa óvinni og þá ein hugmyndin að bæði kannski getur þetta nú hafa haft áhrif á verslunarsamskiptin að þau hafi dregið úr þeim kannski tímabundið en líka að munurinn á milli þessa kristna og heiðna hann verði skarpari og kalli á einhver svona viðbröð sem hafi þá einhvern svona hugmyndafræðilegan grundvöll. Þetta eru tilgátur, erfitt að sýna fram á þetta en alveg klárlega má segja að það margt í gangi og fólk að sigla og það mikið af skipum sem búið að vera að smíða og maður getur velt fyrir sér af hverju og hver á þau og hvernig stendur á því en það alveg klárlega forsenda fyrir því að einn ángin af þessu að menn að sigla út á Norður-Atlantshafið og kanna þar lönd sem höfðu áður að minnst ekki verið byggð og margt sem bendir nú til þess að þessar svona þjóðir sem byggðu strandhéruð í Bretlandi og Noregi hafi nú alveg haft pata
af því eða gert sér grein fyrir því að það hlyti að vera lönd út í sjónum og en svona fyrstu fréttirnar af því eru kannski ekki fyrir þarna 800. Það er írskur munkur sem hér Diquil sem að skrifa svona landafræði við frönsku hirðina þarna upp úr 820 og hann bætir því við annars alveg venjulegan texta að hann hafi hitt írska munka 20 árum áður, það sé um 800 og hann lýsir Færeyjum á mjög samfærandi hátt fréttir af þeim og þær eru þá óbyggðar á þeim tíma og hann segir að þar hafi írskir einsettu menn haft aðsetur en að skandinavíski víkingar hafi stökkt þeim á burt en svo sé annað land ennþá norðar og þar þangað hafi menn siglt hásumar og þetta þá hann að lýsa þá sumarsólstöðum og enda það ljóst að þessari lýsingu hann bara að segja frá einni ferð og frá menn sem koma þarna hásumar og fara aftur bara nokkrum dögum seinna. Það er ekkert það klárlega ekkert meir í gangi. En hér höfum við nokkuð þá góða heimild, eiginlega samtíma heimild. Já, ég held að sé alveg óhætt að treysta þessari heimild, það er ekkert grunnsamlegt við hana en hún segir heldur ekki meira en þetta að væntanlega hafa þeir vitað að það væri eitthvað land þarna og þetta segir okkur það er þá ekkert landnám hafið, það býr enginn hana og tilgangurinn með þessum ferðum þetta eru eiginlega svona trúarlega athöfn, það er að segja þeir eru að væntanlega, eða það má túlka það þannig að þeir séu að leggja líf sitt í hendur Guðs og sömuleiðis að endurtaka eyðimerkurgönguna, að vera 40 daga í eyðimörkin er þá hafið og fyrir þetta fólk við Norðurlandshaf en þessir þá papar sem er það sem norrænir menn seinna kölluðu þá voru ekkert endilega að sækjast eftir því að setja stað, þeir voru bara í landkönnun eða bara þetta að leggja líf sitt í hendur Guðs. Ég veit þetta svolítið rosaleg tilhugsun að vera einn á Íslandi sumarsólstöður, einn á öllu landinu. Ég lesi þetta þannig að þeir hafa kannski verið nokkri saman. Já, en þú veist svona, já, þannig séð, já. En já, það ég held að það hafi verið tilgangurinn, þeir eru að stefna sér í lífshættu. Það er tilgangurinn. Og það er þetta með sem er áhugavert, eða margt sem er áhugavert þetta náttúrulega, en eitt af því sem er áhugavert er að til þess að byggja upp næga þekkingu til þess að geta farið að nema land þá þarf að vera fólk sem er til í að taka hansi mikla áhættu. Þetta hafði fólk ekki gert áður að sigla yfir opið haf reglulega og þannig að það er meiri háttar tæknileg framþróun sem felst í því að á 9. öldinni eru þá skandinavískir sæfarar sem byggja upp þekkingu og sjálfstraust til þess að geta haldið upp í slíkum siglingum og þetta hefur nú stundum verið ein möguleg skýring er að þeir hafi verið þá á eftir einhverjum auðfengnum auðæfum og það eru þá rostungurinn sem hefur verið nefndur í því samhengi og þetta byggir nú kannski mest á því að það er til lýsing það er haft eftir norskum höfðingja sem hét Óttar sem kom til Englands í lok 9. aldar og það er svona tekið við hann viðtal og hann lýsir sínum ferðum og hafði þá meðal annars farið til Hvítahafsins og til þess að ná sér í rostungstennur og þá úr því að hann var að því á þessum tíma að þá getur maður vel ímynda sér að aðrir norskir höfðingjar hafi verið að sigla í hina áttina til vesturs að þeir hafi haft vitað að það veru rostungalátur á Íslandi og það er nokkurn veginn staðfest að hér voru rostungalátur þegar menn koma hingað fyrst á 9. öld þó síðan þessum rostungi hafi verið útrýmt mjög fljótt og það gæti verið ástæðan fyrir þessari áhættuhegðun. Það er að segja að eitthvað svona dýrmæti
sem mikil leggjandi á sig að ná í, að það geti verið ástæða fyrir því að menn séu til í að leggja lífið að veði til þess og þannig byrjar það að þannig byggist upp þekking og sjálfstraust sem ég svo sé nú kannski bara jafnvel aðalmálið í þessu sko, að treysta á tækin sem þeir eru með, þessi skip og þekkinguna sem á stjörnum og sólargangi og allt þetta sem þarf til þess að geta siglt yfir opið haf. Þetta er alveg stórmerkilegt en þetta eru þessu nauðsynlegar forsendur fyrir því síðan að einhverjum fer að detta í huga að kannski sé hægt að fara að búa þarna að áður en það gerist að þá þarf að vera búið að byggja upp einhverja lágmars teknigetu til þess að bara komast á staðinn og aftur tilbaka. Einmitt. Mér langar að spyrja hérna samhengið aðeins mér áður en við fyrir að tala sjálft landnámið. Sagan sem maður lærir í skólum er svona að það hafa verið norðmenn sem að námu land á Íslandi og það sem maður sér þá fyrir sér allavega þegar maður í skóla lærði að það sé það nútíma þjóðríkið Noregur og því fólk þaðan sem að siglist til Íslands. Hvað er Noregur á þessum tíma? Hvað er Danmörk? Hvað vitum við um það? Það er sko íslenski fræðimenn allan á 12. öld og síðar að þeir töldu að hugmyndin Noreg sem pólitíska einingu, hún verði til þarna einmitt sama leyti á seinni hluta 9. aldar og flestir Íslendingar hafa heyrt Harald Hárfagra og ofríki hans sem var til þess að norskir höfðingjar stukku frekar til Íslands heldur en að setja sig við það að hafa yfir sér kóng. Þannig að þessi hugmynd er svo að þarna kemur einhver kóngur og sameinar landið undir sér og fyrir þennan tíma að þá er þessi hugmynd ekki til, að þá er Noregur hugsanlega einhver landfræðileg hugmynd, þar sé að þessi norðurvegur, þessi leið upp með þessar löngu strönd en hafi ekki verið pólitísk eining fyrir á þessum tíma. Hvort að þetta er rétt hjá þessum 12. aldar fræðimönnum er allt annað mál og það eru umverulega engar svona alveg skýrar heimildir að þessi hugmynd og hvað þá einhvern ríki sé fungerandi svona fyrir en bara 11. öldum fyrsta lagi og það eru kannski þarna Ólafur Tryggvason og Ólafur Haraldsson sem eru svona fyrstu skýru merkin menn sem eru að minnst að reyna að brjóta undir sig þetta land og runda tókst hvorugum sérstaklega vel en eftir það þá er það nú alveg skýrt að þetta er það sem menn eru að keppast við þó að það sé síðan kannski ekki fyrir nú bara á 13. öld sem það ríki er orðið alveg svona samhangandi undir einum kongi en og Danmörk kannski frekar líklegri til að hafa verið orðin einhvers konar pólitísk eining, en það er líka mjög óljóst og alveg hægt að halda því fram að það gerist heldur ekki fyrir en bara á seinni hluta 10. aldar. Það er að segja að Haraldur Blátön sem er svona svo fyrsti kongurinn sem er nokkuð örugglega hægt að telja að hafi raunverulega ráði fyrir allir í Danmörku, svo hafa menn mismunandi skoðun á því hversu líklegt að sé að hann hafi átt sér forvera sem danskir kongar sem nefndir eru til dæmis í frankverskum annálum á fyrir hluta 9. aldar. Það er alveg óljóst hvort að þeir hafi ráðið yfir allir í Danmörku eða bara kannski verið einhverjir smákongar þarna á Suður-Jótlandi sem bara þeim parti af Danmörku sem er næstur Frankaríki. Einmitt. Já, kannski ágætt að hafa það í huga hérna svona sjálfsmynd líka bara fólks á þessum tíma er kannski ekki jafn nátengt svona þessari þjóðríkja hugmynd sem við höfum í dag og Nei, ég held að skýr skil á milli normanna og svo framvegis Íslendinga Já, ég held að það í okkar miðaldaheimildum eru þær hugmyndir nokkuð skýrar en ég held að það sé alveg full ástæða til þess að halda að þær hafi ekki verið þannig skýrar hérna á 9. öldinni. Já. Að þá hafi sjálfsmynd fólks og þjóðerni verið skilgreind einhvern veginn öðruvísi og hugsanlega þá bara meiri áherslu á héruðin
það eru þá einhverjir smákongar eða höfðingjar sem ráða kannski einingum svona eins og fylkjónum í Noregi, og það getur vel verið og að fólk hafi fyrst og fremst litið á sig sem naumdæli og þrendur eða jóta eða eitthvað slíkt og eða einhvern veginn öðruvísi, að kannski það líka þessi bara munur á heiðni og kristni sem hægt að hengja sjálfsmynd á og það nú reyndar ýmislegt sem bendir til þess að eitthvað svona skandinavísk eða norræn sjálfsmynd verður til og einmitt þarna í lok 8. aldar, og þetta sést á skreitistílunum, það er að segja bara einlega tískunni sem breytist í þá átt að það verður mjög skýr aðgreining á milli þessa norræna og þess sem í tísku þar, og það er þá kvenbúningurinn en líka eins og vopnin og fleira sem hefur þá mjög skýr einkenni í andstöðu við það sem er í tísku í Frankaríki og til dæmis í Englandi og þar sem skreitistílarnir eru allt öðruvísi hugsaðir og þetta er miklu skarpari munur sem verður til þarna heldur en hafði verið áður. Þannig að það er alveg ýmislegt sem bendir til þess að það verður til einhver svona, það sem við myndum geta kallað norræna sjálfsmynd og sem er þá í andstöðu við þessa kristnu frankversku. Einmitt. Og þá erum við kannski komnir að sjálfu landnáminu. Sko, ég var aðeins að kynna mér þessi mál hérna fyrir áður en að þú komst að spjalla við mig, og ég svona stóði þeirri meiningu að þetta væri svolítið svona væri talsveit óvissa hvenær Ísland hefði verið numið, og það hefði kannski jafnvel getað verið miklu fyrr og eitthvað svona, því að maður alltaf að sjá eitthvað svona krassandi kenningar og svona hugmyndir landnámið. En þú allavega, þú ert allavega á þeirri skoðun, held ég að það sé, við vitum svona nokkurn veginn hvernig þetta átti sér stað og hvenær. Já, ég held að sé bara það hefur mikið verið þrasað þetta og sem er ágætt, því að það má segja þá að niðurstaðan þeim mun traustari eftir því sem það búið meira fleiri skoðanir og túlkanir hafa komið fram en svona í stuttu máli að þá snýst þetta það að þetta gjóskulag sem ég nefndi hérna áðan, landnámsgjóskuna, eldfjallaaska úr eldgosi sem verður hérna á 8. áratug 9. aldar hefur verið tímasett bæði til 871 og 877, þetta er svona einhvers staðar hérna á þessu bili og þessi gjóska, við finnum hana nánast allstaðar þar sem hún er á borð, sem er reyndar víða land, bæði suður, austur og norðausturland, að við finnum hana beint undir elstu mannvistarleifum á fleiri en 200 stöðum og sumstaðar eru þessar mannvistarleifar alveg bara beint ofan á leginu og það er bara á 2 stöðum þar sem við höfum fundið einhverja leifar undir þessari gjósku sem segir okkur það að fólk er komið hingað áður en þetta gos verður, en á báðum stöðunum er þetta bara svona torfveggir, ekki hús, þetta eru eins og bara garðar, túngirðingar eða akurgirðingar eða réttir eða eitthvað slíkt og við höfum hvergi fundið til dæmis neina gripi, engin kuml, engar grafir, engar samanfallnar byggingar sem eru eldri en þetta gjóskulag, en sem sagt strax eftir gosið að þá eru komin mannvist bara allt land, allar hringinn og þannig að þetta og þessi tímasetning á þessari gjósku er mjög traust af því að það hafa fundist agnir úr þessu gjóskulagi sem er hægt að bera kennsl á vegna efnasamsetningarinnar og það hafa fundist agnir í Grænlandsjökli og sem er þeirra náttúru að þar bráðnar yfirborðið á sumrin hverju ári og þannig myndast lög í ísnum og þegar fólk borar í gegnum ísinn að þá er þetta að telja þessi lög, þannig að bara þetta að telja sér niður eftir og þetta hefur fólk verið að gera og teknir nokkru svona kjarnar og fyrst og fremst til þess að rannsaka þróun loftslags og en svo þegar svona agnir finnast sem er hægt að tengja við eða bara sýna fram á að eru tiltekin gjóskulög þá er hægt að tímasetja þau.
og þaðan kemur þessi tímasetning. Þannig að þetta bara eins traust og það verður sko, í þessum bransa okkar. Þannig að margt sem erfitt að tímasetja og þetta ansi gott og við íslenski fornleifafræðingar við erum öfunduð allan heim fyrir af því að hvað þetta í raun og veru það þarf ekki að þrasa mikið neitt þetta sko. En klárlega hefur fólk verið komið til Íslands áður en þetta gos verður, það sýna þessi tveir staðir og það eiginlega líka eiginlega mjög erfitt að ímynda sér að þessi holskefla sem verður þarna strax eftir, að hún geti hafa orðið nema að því að fólk búið að vera hérna einhverja kannski áratugi og það hefur þurft að byggja bústofn sem kannski aðalatriðið að það tekur bara tíma af því að það náttúrulega mjög erfitt að flytja lifandi búfénað á opnum skipum yfir Norður-Atlantshafið. Fólk ekki að gera meira því en það nauðsynlega þarf og þannig að ef við ímyndum okkur til dæmis að það séu flutt bara tvennt á hverju kall og kvenkins skepnur, sauðfé og kýr og naut og svín og geitur að þá tekur kannski allavega 20 ár að byggja upp bústofn sem hægt að lifa af og þetta þá líka einn ástæðan fyrir því að það eru góð rök til þess að halda að til að byrja með hljóti fólk að hafa búið hérna lifað af veiðiskap hlutfallslega meira heldur en seinna varð þó að veiðiskapur hafa alltaf verið stór partur af íslenska hagkerfinu getum við sagt og þá það alveg örugglega við miklu þyngra og eins kortaræktin af því að það tekið nokkur ára að byggja upp bústofn en það hægt að fá uppskeru strax á fyrsta ári eftir fyrsta árið þannig að og þetta nú ein rökin fyrir því og eða skýringin af því af hverju þessir elstu staðir þar sem við fundið elstu ummerkin eru hérna á suðvesturhorninu hérna í Reykjavík og í Krýsuvík og af því að þetta eru þá líka þau svæði þar sem skilyrðið eru best til kortaræktar og það allan það gengur upp að þetta séu ástæðurnar fyrir því. Þannig að ég ekki hissa þó að það kæmi í ljós vísbendingar á næstu árum að fólk hafi verið komið hingað fyrir miðja 9. öld og það getur hafa verið mjög langur upptaktur að því að fólk að gera tilraunir og sennilega til að byrja með mistakast með mikið og þetta auðvitað svo sem alveg þess bara sagan hrafnaflóka þó að maður geti alveg dregið ef að hún byggja á einhverjum raunverulegum heimildum að þá er þetta mjög líklegt að það hljóti hafa verið svona þróun þar sem menn byrja á því bara að kanna landið, svo kemur einhver að gera tilraun og sem mistekst og fer aftur og það ekki fyrir henni 3., 4. eða 5. atriðinu sem þetta fer eitthvað að ganga og ég heldur við getum alveg gett ráð fyrir því að það hefur kannski verið margir hrafnaflókar sem reyndu sig við þetta og þurftu síðan frá að hörfa. En þú vilt þá sem meina stórfellt landám hefst þá eftir 1870 og þá virðist að gerast tiltölulega hratt. Já, þá sýnist mér og mörgum að þetta gerist bara mjög hratt og miklu hraðar. Ari Fróði sem skrifaði Íslendingabók í byrjun 12. aldar og er svona eina trausta ritheimildin sem við höfum en eru þetta ekki samtímaheimild heldur hann að skrifa hann alveg meira en 200 árum eftir að hann sem eins og einhverju dag að skrifum hérna árið 1826 maður getur velt því fyrir sér hvað sé líklegt að menn viti nákvæmlega eða viti vel hvað var að gerast fyrir svo lengu en Ari Fróði reyndar hefur það með sér að hann var vandaður fræðimaður og segir ekki mikið að því að hann vildi ekki segja neitt annað en það sem þóttist nokkuð vissum og tímasettingin hjá honum passar ágætlega
og hann telur þetta gerist 870 að landnám Ingólfs en svo gefur hann landnámsöldinni 60 ár, hann segir að þessi 930 sem landi sé fullbyggt og hvað sem hann meina með því en það eru góð rök fyrir því að halda að þetta gerist örugglega miklu hraðar, það er að segja að strax kannski bara 900 sé komin byggð alls staðar þar sem hún varð seinna og þetta sjáum við einna skýrast í Mývatnssveit þar sem hafa verið gerðar miklar rannsóknir á mörgum stöðum og einn þeirra staður sem heitir Svegakot er Örreidiskot á stað sem er afar ólíklegt að menn hefðu valið sér ef annað betra hefði verið í boði og þar er alveg greinilega komin byggð strax 880 þannig að og bara margir staðir sem eru hægt að tímasetja það er annað gjóskulag þarna í Mývatnssveit sem er frá því 940 og það eru fjölmargir staðir sem eru komnir í byggð fyrir þann tíma þannig að það er margt sem bendir til þess að þetta gerist svona hratt og það þýðir þá til þess að þetta gangi upp að þá hefur þurft að flytja hingað 20-30.000 manns á lágmarki á 20-30 árum. Já, einmitt. Og hvað vitum við samsetningu þessa hóps? Já, strangt tekið vitum við eiginlega ekki neitt. Fyrstu tvær kynslóðina jafnvel eru við ekki alveg að finna ummerkin skýr. Þannig að það hjálpar alltaf ekki við að ákvarða hvaðan fólki kom en svo höfum við þetta ýmsar vísbendingar og þetta að efnismenningin þegar hún fer að birtast þarna með 3. og 4. kynslóðinni að þá er hún mjög kyrfilega norræn tungumálið þetta segir okkur eitthvað að tungumálið sem hér allan að Íslendingar enda með að tala er norrænt örnefnin eru öll mjög kyrfilega norræn líka og sverja sig nokkuð skýrt í bæði norska ætt en líka hafa alveg greinilega eru samskonar og norræn örnefni sem er verið að gefa í Skotlandi í Suðureyjum og Orkneyjum og Heltlandi á þessum sama tíma þar sem voru að verða einmitt líka mikla breytingar í menningunni þannig að íslensk svo menning sem hér verður til sem við förum ekki samt að sjá alveg skýr merkjum fyrir á seinni hluta 10. aldar að hún er mjög kyrfilega norræn og það hefur þetta verið mikið verið spáð í það hvort að það séu ekki einhver keltnesk eða írsk eða skosk einkenni í þessu öllu saman og stuttasvari við því er að það sé, allan á mínu veit er það alveg furðulega lítið miðað við hvað að þessi lönd eru nú nær okkur heldur en Noregur og að það er alveg klárt mála að fólki sem er að koma hingað er örugglega að koma allan í gegnum Skotland og að þá eru bara gripirnir sem er hægt að tengja við Bretlandseyjar og Írland og eða töku orðin og örnefnin það er svolítið en það er sára lítið og miklu minna heldur en maður hefði búist við ég hefði búist við en svo er alveg til röksemdafærslu sem gangi út að það gera þessu mest úr þessu en kannski skýrasti vitnisburðurinn er í erfðamenginu það er að segja að það verið gerðar greiningar á DNA úr þessum erstu beinagrindum sem eru þá frá seinni hluta 10. aldar ekki landnámskynslóðin og reynda sumt að því fólki eru innflytjendur sem sagt frá seinni hluta 10. aldar þegar fólk hélt alveg áfram að flytja til landsins alveg út 10. aldina virðist vera þó að hafi orðið þessi holskefla þarna í lok 9. aldar og þetta er svona yfirstétta fólk sem er að flytja hingað
og sumt af þessu fólki sem hefur verið greint er fólk sem fætt á Íslandi en aðrir eru innflytjendur. En sem sagt, niðurstaðan af greiningu á erfðaefni þessa fólks er svo að karlarnir eða karlerðirnar séu að stærstum hluta frá Noregi en kvennerðirnar að meira hluta frá Bretlandi og Írlandi og í mínum huga segir þetta kannski aðalega sko og staðfestir ýmsar aðra vísbendingar að fólki sem kemur hingað það er bara mjög víða aðdregið. Það er ekki að koma úr einhverjum einum norskum dal eða einhver ákveðnu svæði, heldur er það sennilega að koma af mjög stóru svæði, komið frá Skandinavíu og Bretlandi og Írlandi og jafnvel víðar en þannig að hinn erfðafræðilega samsetning þessa hóps er önnur heldur en síðan menningin sem verður hérna ofan á sem er svona kyrfilega norræn og fyrir mér lítur þetta þannig út að það gerist eitthvað hérna fyrir hluta 10. aldar undir miðja 10. öld þar sem bara íslenskt samfélag bara svona svolítið ákveður að líta til Noregs alveg sérstaklega og þannig að það er eitthvað svona val, alltaf svolítið erfitt að segja að það sé alveg meðvitað en samfélagið einhvern veginn hallar sig mjög kyrfilega í þá átt og eflaust hugsa ég nú sko að ef maður hugsa þá til sko hverjir stóð á bakvið þetta hverjir áttu skipin sem við vorum að tala um áðan að þá finnst mann nú líklegt að hugmyndirnar og fjármagnið og það sé mest frá Noregi eða Skandinavíu og þó að síðan að fólki sem kemur sé miklu víðar aðdregið. Einmitt. En þýðir þetta að þú sért ekkert endilega sammála því sem maður heyrir ofta þetta að vera norskir karlmenn sem tóku með sér írskar ambáttir Íslands. Það er alveg svo hugmynd passar við þessi munstur en það getur alveg líka verið að þetta séu norskir eða skandinavískir kallar sem setja stað í Skotlandi og Írlandi og eignast þar konur og þetta séu þá afkomendur þeirra. Blöndunin getur hafa átt í stað áður en að Ísland er numið. Já, það er engin leið að sjá það held ég sko og þannig að og eins líka að því að nefna býsna stórt hlutfall að þessu fólki sem liggur í kumlónum okkar sem er frá 10. aldar eru innflytjendur og það geta verið innflytjendur frá þá Skotlandi og Írlandi þar sem er þá á sama tíma komin upp svona einhver norrænn aðall sem hefur alls konar sko, sem hefur norræna menningu en getur verið upprunnin þarf ekki að öllu leyti að vera norskar ættar. Já, einmitt. Og er þetta þá einhver þessi svona skil sem að þú sérð undir lok í kringum 1000 þegar íslensk menning fyrir að verða meira norræn en hún var er þetta þá eitthvað sem getur útskýrt af hverju við eigum þessar frábæru miðaldabókmyndir er menn eitthvað að reyna að vera kaþólskan páin í því að vera norrænir? Já, ég held það sko, þetta tengist þetta gerist aðeins fyrir sko, þetta er strax 950 allavega erum við fann að sjá mjög skýr merki þetta val og þau sjást í greipunum sem eru lagðir í kumlin þessar svokölluðu heiðnu grafir og haugféð en líka til dæmis í byggingastílnum og þessi skálar sem verða algengir hér á 10. öld þeir sverja sig í mjög norræna ætt, þeir eru með svona bogadregna langveggi og sem er sko svona fagurfræðileg útfærsla. Þetta er mjög erfitt að halda því fram að þetta sé eitthvað praktískt að byggja svona en þannig að þessi hús hafa mjög svona skýr stílfræðileg og fagurfræðileg einkenni og þetta sést til dæmis mjög vel hjá í þessum dönsku
borgum svokölluðu sem Haraldur Bláton lét byggja, Trelleborg og kannski frægasti staðurinn af þeim, þar sem eru svona hús byggð fyrir þess að heri sem þar voru, sem eru sko mjög svona aðdráttalaust með þessum opbáslega bogadregnu veggjum og þetta eru Færeyingar og Íslendingar að taka upp alveg mjög skýrt, miklu skýrara raun og veru heldur en í einhverjum norskum eða sænskum eða dönskum sveitum og það margt svona við íslenska efnismenningu þarna á 10. öld að það eins og Íslendingar vilji ganga sko lengra heldur en nokkur að reyna að gera heim í Skandinavíu í því að vera skandinavískir og þannig að efnismenningin svona og þá fer maður óhjákvæmilega að hugsa þetta þá yngri heimildir samband Íslendinga við Skandinavíu og Noreg sérstaklega og skáldin sem voru að fara til Noregs og flytja konungum kvæði og gera garðinn frægan með því og í heimi Íslendingasagnana sem þetta miklu yngri heimur að þá þetta svona nánast skylda, það að segja höfðingjasynir, þeir þurfa að fara erlendis og ef þeir eru ekki skáld þá þurfa þeir að taka þátt í hernaði og sanna sig þannig og svo koma þeir heim og með góða gripi sem þeir hafa þegið af þessum yfirleitt norsku kongum og það forsenda fyrir því að þeir geti gert tilkall til valda hér á Íslandi og þannig að þarna eitthvað svona kerfi þar sem þessi íslenska yfirstétt svolítið svona háð þessum aðgangi að norskri hirð og því sem fólk að brasa og þá einhver yfirstétt þarna í Skandinavíu, þeir vilja mjög gjarnan vera með í þessu, það alveg skýrt þannig að þetta munstur gæti bara vel hafa verið komið á og það sem við vitum þessi elstu skáld okkar, það getur alveg passað að það sé einmitt þarna þetta leyti, miðja 10. öld sem þetta byrjar og í mínum huga myndi það geta skýrt sko af hverju Íslendingar ákveða að halla sér svona rækilega til Noregs sem þá þeir líta til Noregs sem uppsprettu réttlætingar sinna valda, getum við sagt. Mér langar að spyrja allt annað í lokin. Það loftslag og umhverfi. Menn hafa oft sett landnám Íslandi í samhengi við þetta svokallaða hlýskeið miðalda, það hafa verið hlýrra á miðaldum heldur en til dæmis árnjöld og það hafi búið til skilyrði sem voru hagfelld landnámi og svo verður mikil skógaeyðing á Íslandi eftir landnám. Getum við svona, þetta að líta á þetta þannig að það sé að nokkuð gluggi það sem gott að búa á Íslandi, það mikið að skógi, það þetta nýta kol úr birkiskóginum til að vinna járn og það hlýtt og það þetta stunda akuryrkju og svo framvegis svo bara klárum við allan skóginn og það kemur lítil ísöld á miðaldum sem kallað og þá svona eiginlega lokast menn inni. Þetta væri þá svona þessi klassíska hnignunar kenning sem hefur aðeins verið kritisverið en hvað finnst þér um þessa mynd sem ég var að draga upp? Já sko, ég myndi segja svona já og nei en aðalega nei að segja jú, ég held að það ekkert, það bara staðreynd að hér á þessum tíma, 9. og 10. öld þá svona heldur hlýrra sérstaklega heldur en seinna varð og þannig að og einmitt skilyrði til akuryrkju betri heldur en voru nokkur undir árum seinna. Ég held samt til mér að sé ekki hægt að rekja sko hnignun akuryrkjuna beint til kólnandi veðurfars því það bara hún hnignar fyrr og yfirleitt þegar það mjög erfitt að beita svona rökum þegar maður hefur góðar upplýsingar hvað var að gerast en klárlega er svona tiltölulega milt loftslag hlýtur að hjálpa til í þessu en að svo má bara benda á að allir landafundirnir
það er bara mjög margt að gerast sko í heiminum á 17. öld sem akkurat sko botnin á litlu ísöldinni, það var ekkert aftur að þeim sko á þeim tíma, þannig að ég ekkert vissum að það hefði endilega sett svo mikið strik í reikningin en ef það hefði verið eitthvað aðeins svalara þannig að ég myndi ekki hengja minn hatt á svona skýringar sko en þetta þetta aldrei í málunu og það þetta mjög áhugavert að fólki sem að flytjast hingað í lok 9. aldar að það að flytjast í vistkerfi sem rýrara heldur en það sem það kemur úr og möguleikarnir hérna til þess að bara að stundabúskap eru takmarkaðri heldur en í Skandinavíu eða Bretlandi, Írlandi og þannig að og maður getur alveg velt í fyrir sér sko, hvað þarf til, var það ekki bara einhver svona, það einhver bjartsýniskast herdi alveg klárlega að sem fólk hefur verið að sannfæra sig það að þetta væri þess virði en það sést bara af því að bara skipulag byggðarinnar þannig að það bara miklu lengra á milli bæja hér á Íslandi heldur en víðast til dæmis í Noregi eða Skotlandi og þannig að bara vistkerfið býður ekki upp á meira en þetta en þetta hefur fólki væntanlega fundist bara ágætt og það hefur væntanlega verið einhverjir kostir, kannski það frelsið. Það alveg mögulegt að það sé atriði í málinu, það mjög erfitt að vita það samt og svo geta verið atriði eins og nefndir hérna járnvinnsluna að það til dæmis eitt af því sem þetta rétt að það bara alveg nú af járni í íslensku jarðvegi og mýrarauði og sem hægt að vinna, það vísu mikið verk og það ólíkt sko stórum hlutum til dæmis Skandinavíu þar sem járn ekki að finna í jarðvegi á sama hátt reyndar það helst í Noregi þar sem það algengt til dæmis en í Danmörku og Svíþjóð áttu til dæmis þá venjulegi bændur sko yfirleitt ekki beinan aðgang að því að geta framleitt sitt eigið járn. Þannig að ég get vel ímynda mér að þetta hefur verið kostur í augum margra en svo hættir þessi atvinnsla líka hér sko eins og Akureyrkjan og ég hugsaði nú að aðalskýringin á því sé svo að það var bara fekst ódýrara innflutt efni heldur en þetta kortveggja var kostaði mikla fjárfestingu og vinnuafl og fyrirhöfn að þannig að það var bara eins og við þekkjum síðan frá seinni tímum að það bara oftast miklu hagkvæmara að flytja hlutin inn heldur en að framleiða það hér. Akkurat, einmitt. Já, ég held að markaðurinn með sko korn í Evrópu sé líka að stækka á þeim tíma sem að hún akkur ekki að dettur niður hér. Já, það alveg og sama með járnið sko þannig að ég held að það sé hvort tveggja gerir það verða hansi mikla breytingar þannig bara strax 1100 eða hafa orðið sjáum við og þó að hvort tveggja haldi áfram þar sé að fólk að rækta korn hérna alveg kannski framundir 1600 og eins einhverjir að framleiða járn þá það í miklu minna mæli heldur en hafi verið á vikingöldinni og alveg klárlega þá í samkeppni við innfluttar vörur. Einmitt, heyrðu já. Þú sagðir bjartsýnis kast áðan, ég held að það sé hérna ágætt að enda á þeim orðum ansi lýsandi fyrir íslenska þjóðin held ég þannig að já, bara þakka þér kærlega fyrir komuna, Orri. Takk fyrir mig.